er mjög fjölbreytilegur. Hér á landi sjaldan skortur á kvenröddum og maður segir ekki nei við verkefnum nema í lengstu lög. Ég mikil kórkona og nýt þess að syngja með öðrum. Ég hef starfað við talsetningar og söng í teiknimyndum, leikhúsum, bíómyndum, tölvuleikjum og sungið bakraddir hjá fjölda tónlistamanna bæði á tónleikum og í upptökum hér heima á erlendis. Þá hef ég einnig gefið út eigið efni í eigin nafni. Sérhæfingin, talandi teiknimyndir og annað slíkt, verður því sú að maður þarf stundum að geta sungið nokkurn veginn hvað sem og hvaða stíl sem Leggja fordómana til hliðar þegar beðin tónlist höfðar ekki til manns. Horfa á landslagið og virða tónlistarsmekk annarra. Sérhæfingin verður því, það sem ég ætla að segja, erindi mínu langaði með að segja ykkur frá rannsókn minni á mikilvægi tónlistar við sálgæslu syrgjenda í útförum og í sorgarferli. Og ég ætla einnig að segja ykkur frá viðburðum mínum tónmóður eilíðarinnar, en rannsóknin og viðburðurinn var lokaverkefni mitt í meistaranámi mínu við tónlistardeild Listaháskóla Íslands í sköpun, miðlun og frumkvöðlastarfi. Markmiðið með þessari vinnu, það einfaldlega, eins og þið sjáið, það þarf að finna góðan og græðandi farveg fyrir tónlist í sorgarferlinu, sýna fram á mikilvægi tónlistarstjóra, bæta þjónustuna við syrgjendur þegar kemur að skipulagi tónlistar við útför ástvinar, sýna fram á sálgæslu þátt samtalsins tónlistina, benda á mikilvægi samtals útfararstofu, presta og tónlistarstjóra þegar kemur að skipulagningu útfararinnar, benda á nýjar áskonanir tónlistarstjóra og benda á mikilvægi þess að bjóða syrgjendum upp á samverustundir tónleika í sorgarferlinu. Þið eruð átt ykkur á því að ég aðeins farin að tala útfarir. Ég sem sagt gerði þessa eftir að vera búin að syngja í 30 ár við útfarir sem þá ákvað ég að fara í þennan leiðangur, að rannsaka aðeins hvernig þetta allt saman á sér stað. Rannsóknarspurningin sem lagt var af stað með var þessi: hvaða þættir skipta máli við val og flutning á tónlist við útfarir og hvaða máli skiptir tónlistarflutningur við upphaf farsæls sorgarferlis. Í rannsókninni eru syrgjendur í forgrunni og því voru fyrstu skrefin að eiga samtal við syrgjendur upplifun þeirra á tónlistinni í útför ástvina þeirra. Og í framhaldinu tók ég 23 opin og hálfopin viðtöl við mismunandi aðila, 4 presta, 2 útfararstjóra, 7 organista og 1 tónliststjóra sem ekki organisti. Ég hélt 2 tónleika með tónlist tengdri útförum og sorg. Í lok tónleikana kynnti ég rannsókn mína og bauð fólki að taka þátt í henni með því að svara spurningalista. Og loks voru haldnir lokatónleikar í Elliðavarsbæ í Heiðmörk þar sem umgjörðin vísaði með ólíkum hætti til sorgar og útfararsiða. Eins og ég nefndi hér áðan að þá hef ég síðastliðin 30 ár sungið við útfarir og aðstoðað syrgjendur við val á tónlist og aðstoðað þau við að velja sitt tónlistarfólk við athafnir í útförum. Í starfi mínu hef ég fengið einstakt tækifæri til að fylgjast með þróun og breytingum á lagavali og tónlist og sjá með eigin augum hvernig fólk bregst við mismunandi tónlist og textum við kistulagningar og í útförum. Þessi reynsla mín hefur sannfært mig að aðstandendur eigi að hafa sterkari rödd þegar kemur að því að velja tónlist við útför ástvinar. Í mörg ár hef ég jafnframt staðið fyrir tónleikum fyrir syrgjendur, þar sem ég hef flutt tónlist og texta sem fjalla sorgina og lífið. Þar hef ég flutt mínar eigin tónsmíðar við texta eftir rithöfunda og ljóðskáld sem ég hef leitað til í gegnum árin. Tilgangur tónleikana að veita fólki næði til að syrgja, minnast
og hugsa á uppbyggilegan hátt eigin lífsgöngu. Árið 2005 gaf ég út geisladiskinn Faðmur, sorgin og lífið sem tileinkaður syrgjendum. Markmið útvara og minningarstunda við andlát miðar að því að gera syrgjendum kleift að kveðja ástvin í öruggu umhverfi og að hefja farsælt sorgarferli. Með breyttum þjóðfélagsaðstæðum má segja að dauðinn hafi svolítið verið stofnanavæddur. Á fyrri hluta 20. aldar var sem dæmi algengt að látnir ástvinir væru á heimilum fólks í klukkustundir eða daga áður en útför fór fram. Það sárt að missa ástvin og syrgjendur þurfa tíma til að kveðja og minnast, jafnvel þegar langt liðið frá andláti. Hér tel ég að tónlist geti gagnast sem verkfæri í sálgæslu, meðal annars með því að bjóða fólki að sækja tónleika fyrir syrgjendur og tendra ljós í minningu ættingja og ástvina. Já. En það nú ekki svo mikið atriði. Ég held nú bara áfram að tala. Það komið? Ok. Sjá, ég ætla að koma hérna næstu. Ég komin hingað. Svona. Þegar syrgjendur leita eftir þjónustu útfararstofa það hlutverk útfararstjóra að tengja aðstandendur við þau sem koma að útför eða minningarstund. Ábyrgðin á útförinni deilist því milli 3 aðila, útfararstjóra, þess sem framkvæmir athöfnina, presti eða athafnastjóra, og þess sem heldur utan tónlistarflutning, organisti eða tónlistarstjóri, sem getur verið bæði kallaður tónlistarstjóri í kirkjunni. Viðtöl mín og reynsla hafa leitt í ljós að þessi dreifða ábyrgð getur ýtt undir áskoranir, sérstaklega þegar kemur að tónlistarflutningi. Óskir tónlistarflutning við útfarir verða eitthvað datt út aftur? Sjá. Þetta náttúrulega alltaf það skemmtilega við þetta allt saman. Já, viðtöl mín og reynsla hafa leitt í ljós að þessi dreifða ábyrgð getur ýtt undir áskoranir, sérstaklega þegar kemur á tónlistarflutningi. Óskir tónlistarflutning við útfarir verða nefnilega fjölbreyttari og flóknari og ábyrgðin við undirbúning tónlistarflutnings ekki nægilega skýr í verkferlum. Engar 2 útfarir eru eins og aðkoma útfararstofa, presta og tónlistarfólks mismunandi. Ákveðnir þættir útfara og minningarstunda eru alfarið á ábyrgð útfararstjóra og þeirra sem framkvæma athöfn. Sem dæmi eru minningar nánast alltaf unnin af presti eða athafnastjóra, í beinu samráði við aðstandendur og ákvarðanir vörur á borði og tónlist sem flytja á. Það mikilvægt að syrgjendur upplifi öryggi og gott utanumhald við alla skipulagningu útfarar, einnig þegar kemur að tónlistinni. Allt þetta mikilvægur partur af sálgæslunni, en ég tel að tónlistin og samtalið tónlistina sé vanmetið. Ósk það sem koma að undirbúningi tónlistar við útfarir. Bæði syrgjendur og fagfólk voru sammála í þessari rannsókn hvað tónlist í útförum skipti miklu máli og að skýra þyrfti verklag í undirbúningi og utanumhaldi tónlistar. Syrgjendur sem höfðu fengið aðstoð einhvers konar tónlistarstjóra, organista eða annars tónlistarmanns sögðu það hafi skipt sköpum, gildi, minningar frá athöfninni þegar frá leið. Og þetta mjög mikilvægt að átta sig á þessu. Þar hafði mest að segja að tónlistarstjórinn hlustaði á syrgjendur og leiðbendi í þá átt sem þeir vildu fara, þó þeir hafi ekki einu sinni gert sig grein fyrir þeirri skoðun eða leið í upphafi. Jafnvel þeir sem höfðu ekki ætlað sér neina ákveðna tónlist eða höfðu ekki áhuga á þeim þætti,
sögðu að eftir að hafa talað við tónlistarstjóra og fengið leiðsögn hans hafi það verið mjög hjálplegt og að athöfnin var þeim meira virði fyrir vikið. Organistar eru sammála að miklar breytingar hafi orðið á tónlistarflutningi í útförum. Einnig telja þeir það vera farsælast að þeir fá að hitta syrgjendur og aðstoða þá við val á tónlist og tónlistarfólki. Organistar ráðnir við kirkjur eru oft kallaðir tónlistarstjórar, eins og ég kom inn á áðan. Ef útför frá viðkomandi kirkju, þá ekki þar með sagt að organisti kirkjunar sjái tónlistarstjórnina. Þetta eru skiptar skoðanir meðal organista. Ef syrgjendur vilja að einhver annar stjórni flutningi eða flytji tónlistina ekki sjálfgefið að organistinn sé sammála því. Þeir útfararstjórar sem rætt var við voru sammála að heppilegast væri að ráða það tónlistafólk sem væri með mesta reynslu á flutningi tónlistar í útförum. Svo einfalt var það, ekkert ves. Þá taka þeir aðilar alveg við því sem kemur á tónlistinni, benda syrgjendum á það sem í boði og hafa milligöngu að fá það tónlistarfólk sem syrgjendur velja. Prestarnir sem rætt var við höfðu mjög misjafnar skoðanir á vali á tónlistarflutningi og vali á flytjendum. Sumir vilja hafa organista úr sinni kirkju, þó athöfnin fari fram í annarri kirkju. Einnig eru einhverjir prestar ánægðir með að geta vísa tónlistarhluta útfarar til ákveðins tónlistarstjóra eða organista. Svo eru einhverjir prestar sem töldu mikilvægt að halda í ákveðna hefð varðandi sálmasöng og töldu að það væri í þeirra verkahring. Viðtöl við syrgjendur leiddu í ljós þær hættur sem felast í óskýrum samskiptum eða verklagi, en aðstandendur sögðu bæði frá gagni sem tónlist gerði við kveðjustund og ógagni þegar flutningur var ekki samkvæmt óskum þeirra eða væntingum. Og þetta eitthvað sem situr gríðarlega fast í fólki. Ég tel að samtal tónlistarstjóra við syrgjendur feli í sér sálgæslu, því þar fær syrgjendinn að minnast hins látna í tengslum við fyrirhugaða útför og heimsækja mikilvægar minningar í gegnum tónlist sem skipta máli varðandi tengsl syrgjenda við hinn látna. Tónlist, ljóð og textar eru mikilvæg systkin sálgæslunar, eins og við bara vitum. Tónlistin orðar og lýsir tilfinningum sem við eigum stundum erfitt með að tjá í sorg. Það því mikilvægt að mæta fólki í sorg af öryggi og fagmennsku. Hlusta vel, líka á hið ósagða og greina aðstæður. Það ekki langur tími sem líður frá andláti til útfarar. Einföld skilaboð, stuttar boðleiðir skipta máli. Þörf á samtali milli útfarastofa, presta og tónlistarstjóra til að fara sameiginlega yfir þessa verkferla. Þetta á við þegar kirkjulegar athafnir að ræða og í því samhengi nauðsynlegt að fara yfir þá stefnu og reglur sem kirkjan hefur sett varðandi kirkjulega tónlist og nám organista sem að verða gríðarlega krefjandi. Það bætir bara í. Þannig að þetta mjög mikilvægt. Eins og þið sjáið, þá kom ég með eitthvað af propsinu mínu síðan ég stóð fyrir þessum viðburði í Elliðavarsbæ. Ég lét setja hér texta á gamla dúka frá ömmu og þarna eru steinar sem að fólk skrifað á þessum viðburði. Við förum reglulega í kirkjugarðinn og gerum eitthvað skemmtilegt, blásum sápukúlur og svona þegar við förum til mömmu og pappa. Þannig að það svona ýmislegt sem að við getum gert þegar við að fara í gegnum sorgina. En það svo mikilvægt að eiga þessar góðu minningar og þar það tónlistin sem að skiptir miklu máli. Að lokum ætla ég aðeins að segja ykkur frá þessum viðburðum mínum sem að ég hélt. Þarna sjáu þið svolítið aggressíft sálma skráin mín, sem sagt, sálmaskráin með andlitinu mínu framan á. En sem sagt, lokaviðburður minn, Tónmóðir eilífðarinnar, byggir á vinnu og þróun á verkefni mínu Sorgin og lífið sem að hófst árið
2003. Að þessu sinni ákvað ég að nálgast verkefnið á fjölbreyttari hátt og bæta við innsetningum sem við getum séð hér, sem getur skapað samhljóm á milli kliðs og kyrrðar og lífs og dauða. Ég nýtti mér reynsluna af samtölum við syrgjendur og niðurstöðum úr spurningalistum í kjölfar tónleika fyrir syrgjendur við þróun þessa viðburðar. Tónmóðir eilífðarinnar er tónlistargjörningur sem fjallar tungumál tónlistarinnar við úrvinnslu sorgarinnar, endanleikans og eilífðarinnar. Öll tónlist sem flutt var eftir mig og textarnir eftir samstarfskonur mínar, þær Auði Övu og Arndísi Lóu Magnúsdóttur. Einnig hljómaði kunnuglegur texti eftir Jónas Hallgrímsson við nýja tónsmíð mína. Ég sá fyrir mér ákveðna uppbyggingu þar sem að ég leyfði mér að dvelja í sorginni, en leið kalla á tilfinningar eins og vellíðan, öryggi, frelsi, þakklæti og svo ótalmargt fleira sem sorgarferlið kallar á. Tónleikagestir fengu afhenta sálmaskrá með mynd af mér og samhliða tónlistargjörningnum voru innsetningar sem vísuðu dauða, missi, sorg, hefðir, minningar, virðingu og þökk. Viðburðurinn hófst á tónlistardagskrá sem á töluðu orði og að henni lokinni var gestum boðið að hreyfa sig í rýminu í algjöru þögn og taka þátt í og skoða innsetningar. Á meðan var tónlistardagskrán endurtekin með vísan í eilíðina. Áfram hélt tónlistin þegar boðið var til erfisdrykkju, þar sem og tónar sorgarferlisins hljómuðu í bakgrunni og blandaði saman við samtöl og hláturskall. Í erfisdrykkjunni var vísað í gamlar hefðir með kaffistelli og kleinum. Borð voru skreytt með gömlum bróderuðum dúkum og á þeim var hægt að lesa ljóð þeirra Auðar og Arndísar sem sungin voru. Og að lokum þá langar mig til þess að leyfa ykkur að hlýða á lag sem var flutt á þessum viðburði. Og það er eini karlmaður í hópnum sem var með texta, það er Jónas Hallgrímsson að sjálfsögðu. Þetta er ljóð eftir Jónas Hallgrímsson, 5. erindið vísur Íslendinga, 5. erindið sem að þið þekkið og við þekkjum öll svo mikið vel. Og ég ætla bara að leyfa ykkur að hlýða á þetta. Og þá ætla ég að enda þessa samveru með ykkur. Sjá hvernig gengur. Þið sjáu að þetta er mjög sérstakt umhverfi. Tíma
Takk ykkur fyrir, kærlega. Nú, væntanlega, ef þið hafið einhverjar spurningar, þá endilega, ég held að sé einhver maður sem þarf þá að hlaupa niður stíga. En já, ef það er eitthvað sem einhver langar að spyrja þið getur líka aðeins kíkt á þetta hérna. Ég var ekki dugleg. Og hérna, eins og þið sjáum þá, það er sem sagt hérna, Hannyrðar pönkari sem vann dúkana og þetta voru 5 dúkar sem við settum á borð og svo náði ég gamla stelliðina ömmu segi ég og það var, hérna, voru kleinur og alls konar og svo vorum við svona með þessar myndir og svo gat fólk sem sagt kveikt á kerti ef það vildi og ég var með liti og það var alveg ótrúlegt hvað fólk var hrifið af því að skrifa til lífsins og gleðinnar. Þannig að það var svo margt sem hérna, og þetta var eitthvað sem ég var svolítið hrædd við að gera, af svona, þetta eitthvað sem virkar og hérna, hér bara lífið. Af því það voru eiginlega allir bara svolítið mikið grátandi, en það var samt þannig að þetta var svona, fólki leið samt vel. Þetta var ekki þessi harmur, heldur var þetta svona þessi losun og ég held að það hafi verið viðbröðun hjá flest öllum sem komu þarna. Af því að þetta var svona meira og minna kannski, já, ekkert endilega fólk sem var nýbúið að missa, en hérna, ljósið mitt. Þannig að, já, þið getið séðast, svo eru þetta, talandi kettina, þá eru þetta dætur mínar að kveðja kissurnar sínar hérna. Er einhverja spurningar haldið? Já. Hjartans þakkir, það var alveg Takk. dásamlegt að heyra í raunveru þetta meistaraverkefni. Og mér finnst þetta svo einmitt skemmtilegt pönk. Já. Hvernig þú gerðir þetta. En líka, ég heyrði alveg að hvað þetta var gert af miklu alúð og miklum áhuga og miklu umhyggju fyrir því sem þú ert að gera og ég er svo, ég er fyrirgefið, ég er kannski ekki beinlínis með spurningu heldur meira svona hugrenningar í kjölfarið ef ég má. Er það algjörlega. En það var eitt sem í hnautum sem ég finnst nefnilega svo eftirtektarvert því að mér fannst ég veit að við sem erum fædd og uppalin á landsbyggðinni það blasir algjörlega við okkur að það sem þú varst að lýsa er ofboðslega mikið raunveruleiki höfuðborgarsvæðisins. Og við sem til dæmis höfum búið á landi og þjónað út á landi, við erum svo ofboðslega, það eru svo miklu styttri boðleiðir þar heldur en til þess hér í höfuðborginni, þar sem að syrgjendur sem eru að leita eftir þjónustu, útfarastofu, prests og tónlistafólks, kannski þekki ekki þetta fólk. En á landsbyggðinni þar sem að presturinn býr bara í næstu götu og organistinn í þeirri þarnastu eitthvað slíkt, eða þú þekkir hann persónulega og hann kemur bara til þín í kaffi, þá er þetta allt annað veruleiki. Þú þekkir það hvað kirkjukórinn þinn kann að syngja og getur sungið og hvað einsvöngarinn í plássinu kann og syngur vel. Þannig að þetta er svo allt annar veruleiki heldur en hér á höfuðborgarsvæðinu og ég held að þetta geti verið alveg rosalega hættulegt eins og þú varst að lýsa fyrir okkur. En mig langaði eins og að spyrja þig. Já. Hérna, hvað var það einkum sem að sat í fólki og var til ógagns í tónlistinni sem að ég hnautaði aðeins það og þú sagðir að það hefði verið ýmislegt sem hefði setið í fólki og mér leikur semst forvitni á að vita hvað er það sem að setur í fólki, er það sérstök framkoma, er það eitthvað sérstök tónlist eða hvað er það sem að skilur eftir sár eftir svona? Það sem að ég er í rauninni að vitna til er það sem að ég heyrði sem sagt á þessum fundum og í einkasamtölum að þá var til dæmis sú upplifun konu á því að hún hafði beðið ákveðna hluti sem að höfðu sem sagt vegna samskipta einhverja mistaka að þá var ekki til dæmis rétt lag við ákveðin texta og þetta er eitthvað sem er hérna áður fyrir var þetta bara mjög algengt að því við eigum svolítið mikið af lögum með mismunandi textum
Og þetta allt sem að tónlistarstjórar að reyna að sko, halda utanum og þetta gríðarlega mikil vinna. Þannig að það eru þessir hlutir. Nú, síðan man ég líka eftir þar sem að það hafði verið hafði verið beðið kór og aðstæðendur vildu hafa svolítið svona body í kórnum, vildu hafa svolítið svona óperu svona. En svo var kórinn sem var fenginn til að syngja að henni fannst hann vera meira svona líkjast barnakór. Og þetta til dæmis upplifun að kórar eru misjafnir og þá svo mikilvægt að til dæmis tónlistarstjóri geti bent á ef það verið að syngja þetta sem kannski einhver kór úr óperu eða eitthvað slíkt, að ekki það að fólk sem að vinnur við þetta, eins og ég var að tala áðan, við setjum okkur í alls konar stellingar. En þetta eru svona hlutir sem og þetta úr fortíðinni svolítið og þið sjáu það að þegar ég að byrja að syngja þá var ég eiginlega alltaf að syngja það sama. Það var bara þannig. En núna síðustu 20 árin að þá bara, þú veist, mætum við og það alltaf eitthvað nýtt. Fólk með óraunhæfar væntingar til þess sem hægt að gera? Sko, þetta fer svolítið eftir því hvernig, sko, ef það útfararstjóri sem bara að skipuleggja það, þá fara væntingar kannski ekki alveg saman við ef að útfararstjóri að velja einhverja söngvara eða einhverja spilara sem að skila kannski ekki því sem að aðstandendur að biðja Þannig að viðkomandi verður svolítið að hafa vit á tónlist. Það skiptir svolítið miklu máli. Þess vegna ég svolítið að benda á að þetta presturinn og þetta útfararstofan, það hafa allir sitt verkefni og þegar ég að tala eins og með sálgæsluna og tónlist og organista, þá ég kannski svolítið að benda á að þetta svo gríðarlega mikla breytingar og þannig að kröfurnar orðnar svo miklar til organista. Þú þarft að geta útsett, það kannski aðstandandi sem að langar að fá þetta lag og þá bara organistin komin og farin að reyna að skrifa það út og hlusta kannski á það og það kannski bara til á neti eða upptöku, alls konar svona hlutir sem að hvarflaði ekki að organistum í gamla daga var ekki beðið þetta. Þannig að þess vegna hef ég svona verið að velta fyrir mér að því að nú vill maður alls ekki, ég veit að prestar að sinna sálgæslu og þeir sannarlega gera það í sínum viðtölum í undirbúningi útfara, en ég held að þetta geti farið svo vel saman jafnvel að tónlistarstjóri sé með prestinum, að þá held ég að sé komið alveg óbáslega fallegt og gott samtal sem að hjálpar fólki mjög mikið. Ég veit ekki hvort ég svaraði einhvern veginn öllu. Ekki einhverju fleiri sem vilja tala? Nokkuð fleiri. Ég ætla bara fyrir ykkur sem hafið áhuga, þá náttúrulega var þessi loka ritgerð mín töluvert svona umsvifammeiri. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir með henni Kristínu minni og hér QR-kóði inn á skemmuna þar sem að allar svona ritgerðir, meistarritgerðir fara inn. Þannig að ef þið viljið kynna ykkur þetta þá er það ekkert mál að nálgast það. Já, og það kemur ekki neitt. En allavega þið getið komið til mín og séð QR-kóðan eða bara farið inn á skemman.is og þetta tónlist og sálgæsla og nafni mitt, þá getið þið fundið það. Þetta fína. Takk fyrir samveruna. Það gott að segja engin leyndarmál
Fyrst að því svona tæknistriðni í þessum sal eða kirkjunni hérna hjá okkur. Þannig að detti út skjámyndir og stundum hljóð, þannig að þið verður bara að hjálpa mér í því ef það verður þannig. Góða kvöldi og til hamingju með þessa hátíð okkar sem stendur alla vikuna. Ég ætla hann Gunnar skrifaði með mér, kollegi okkar, prestur á Landspítalanum. Hann því bara því miður vant við látin vegna heilsu. Þannig að þið sitið uppi bara með helminginn af fyrirlesarum. Við skulum samt reyna að fara í gegnum þetta sameiningu. Ég kenni þannig að ég vil að þið tali við mig meðan ég að kenna, þannig að þið ykkur alveg velkomið að spyrja og vangaveltast með mér. Mér finnst það bara notalegt. Við erum líka að tala þannig efni samkvæmt mínum hugmyndum allavega að það krefst þess að maður svona hugleiða stundum og jafnvel maður langar manni stundum til að máta einhverju reynslunni í þetta. En mér langar að segja strax að það aldrei mikilvægt fyrir kirkjuna að muna eitt í starfi sínu að það eru ekki margir sem bjóða upp á sorgarvinnu fjölskyldna. Það ýmislegt í boði fyrir einstaklinga, þannig að við höfum ákveðið tækifæri til að vinna og allar rannsóknir sýna að hvað mikilvægt að vinna fjölskylduvinnu hvað varðar bata. Og ef við lítum á börn og unglinga sem kemur betur inn á eftir að þar ríkir heilbrigði fjölskylduna mjög mikið því hvernig þeim munu vegna. Og maður alltaf að hitta reglulega foreldra sem að verða til dæmis fyrir makamissi og með börn þar sem þau hafa miklar áhyggjur af börnunum og vilja sér gert mikið fyrir börnin en þau og þeirra bati langstæðsta breytan. Þannig að þarna höfum við alveg gríðarlega mikil tækifæri. Það aðeins gaman að velta fyrir sig stórfjölskyldunni Íslandi áður en lengra haldið. Við vitum það bara af reynslu okkar og ég veit að hér fólk inn í sal sem hefur mikla reynslu að vinna á landsbyggðinni og við þekkjum það líka bara og almennt úr samfélaginu okkar að við stöndum frekar vel saman Íslendingar þegar hinn ytri áföll eiga sér stað. Þá á ég við til dæmis náttúruhamfarir, eitthvað sem kemur utanfrá. Það myndi líka gilda slys, það flokkast líka sem áföll að utan og þá erum við að standa okkur vel. Hins vegar, já það fleiri styrkleikar í þessu, það er ákveðin einsleitni, maður verður að tala varlega en það stutt, samfélagið nú frekar líkt ennþá, þó það sé náttúrulega að breytast, við erum að verða fjölmenningarsamfélag meira heldur en við vorum, en það til dæmis stutt síðan að við vorum mjög einsleit. Það þýðir það að við tölum svipað tungumál, við erum sama hörundslitin, við erum sömu lífskoðunar að mestu og það hjálpar. Ég þekki það þegar ég vann í Bandaríkjum, var þar í 3 ár, þar var maður alltaf að hitta fólk sem var að koma alls þar frá og það var rosalega flókið að taka tillit til þess stundum. Og ég veit að við munum alltaf þurfa þess á næstu árum og áratugum, það mun snar aukast. Hins vegar veikleiki í okkar samfélagsgerð út af smæðinni. Það áföll af mannavöldum. Þar sýna öll fræð og rannsóknir að þau samfélag eiga erfiðara með að takast á við áföll af mannavöldum heldur en stóru samfélagin. Og hver ástæðan? Nú ætlum ég bara að fara að setja ykkur í gang og spyrja ykkur. Nálægðin, já, við þekkjumst öll eða eigum einhver tengsl og áföll af mannavöldum hafa oft dálítið mikil svona leyndarmáls afl með sér alltaf og fólk fer í lið. Ég ætla að teikna eina mynd þess vegna hefur svolítið áhyggjur að því hvað þið sitið aftarlega sum ykkar en þið sjáu henni kannski svo vel Ragnhildur. Já. Þú ert eins og langafi minn sem neita að fá gleru hans að geta talið grösin í essinni og Vesturbænum. Og hann var ekki að grínast. Jæja. Þetta ómögulegur litur fyrir ykkur, sést ekki svartur illa. Ekki rauður líklegri til árangurs. En bara aðeins svona einföld áfallamynd sem alltaf notuð í kennslu.
Þetta svona sem sum ykkar kannist við kannski, þetta kynin, kona, karl og fjölskyldu tré. Þegar það verður áfall, þá verður þetta ekki gott hljóð, þá verður tímabundin hlutverkaskipan og sá sem veikur eða deyr eða annað verður hér í miðjunni og fólk raða sér á hringinn sem snýst það allir einhvern veginn að raða sér gagnvart áfallinu upp. Þetta verður miðlæga stærð. Við vonum alltaf náttúrulega sjálfsögð að við komum fjölskyldu aftur í hinn hefðbundnu hlutverk hægt og rólega, en því miður það ekki alltaf hægt. En það hluti af vinnunni okkar og ég ætti að útskýra það eða gera tilraun til að útskýra það betur. Einhverjar spurningar áður en lengra haldið? Staðhæfing til ykkar, það oft sagt við mann og það ekkit óeðlileg spurning, maður stundum spurður, batna ekki fjölskyldur við áföll, standa þær ekki betur saman, þetta svona staðhæfing. Það sem vont versnar í fjölskyldugerðinni, það sem gott batnar og styrkist kannski betra orð. Þannig að það aldrei sjálfgefið að það komi yfir einhver fjölskyldu, einhver rosalega mikil funksjón og geta til að takast á við áföllin. Það hugtak í fjölskyldufræðunum sem mjög mikilvægt og áfallafræðunum líka, það sem kallað shame-based fjölskyldur. Og á hverju byggjast þær? Dæmi fjölskyldu sem við þekkjum öll til dæmis shame-based fjölskylda svo sem alkoholismi í. Þar einstaklingur sem leggur allt undir sig og kannski meðvirkur maki sem leggur allt undir sig með sinni hegðun. Þar raðar fólk sér ekki eðlileg fjölskyldu hlutverk. Þar eru börn sem í hlutverkum sáttasemjara, börn í hlutverkum þess að ná einhverjum rosa árangri til að halda ímynd fjölskyldunni í lagi út. Oft sagt að svona fjölskyldur séu þó nokkuð algengar. Prósentutölur þær eru allskyns, en þessar fjölskyldur eiga oft alveg rosalega erfitt með að takast á við áföll. Bara spurning til ykkar og þið verðið að svara þessu. Hvað haldið að svona fjölskyldur séu margar í prósentum? Það eru fjölskyldur ráðgjafar hérna inni þrautreyndir. 80%? Já. Ég þori ekki að segja neitt, ég veit það ekki. Mér finnst þetta bara rosalega algengt. Og það tengist öllum rannsóknum á því hvaða fjölskyldur fúnkera best sem lenda í áföllum. Það bara ein tegund. Það það fjölskyldur sem geta hætt að lesa hugsanir og fara að tala við hvert annað. Þannig að þá svo gott fyrir okkur sjálfgætana sem allir eru hér inni. Hvað erum við að gera í fjölskylduvinnu? Jú, við ætlum að hjálpa fólki að tala saman. Og þar erum við kirkjan með alveg einstakt tækifæri til að vinna gagnvart vissum áföllum, tala kringum dauðann. Af því að hugsunarlestur fyrirbæri sem náttúrulega algjörlega einkennir shame-based fjölskyldur. Það náttúrulega alltaf verið að spá í hvað ætla hann sé að hugsa núna, ætla hann sé að fíla út í mig, hún ósátt við mig. Áhugavert bara innskot. Það hægt að nota sama mótil á starfsmannahópa. Því ég sá allt í einu Ragnhildi, þá bara allt í einu komið það til mig. Þetta alveg nákvæmlega sömu fræðin, Þannig að við erum að fara inn í þessi kerfi. Annað sem gott fyrir okkur að hafa alltaf í bakgrunni við fjölskyldu vinnu og áföll það að fjölskyldu áföllin eru 3-4 kynslóða kerfi. Það alltaf svo mikil saga bak við einstaklingana. Og þessi áföll sem voru, þau hafa áhrif, það mjög merkilegt. Það hefur áhrif ef eitthvað hefur komið fyrir í fortíðinni sem ekki hefur unnið úr. Og það hefur áhrif á það hvernig maður bregst við áfallinu sem í eiga sér stað. Og þetta miklu erfiðara þar sem áföll af mannavöldum eru. Eitt sem við þurfum að muna að áföll aldrei á fullu upplifu á þeim tímapunkti sem eiga sér stað. Það til alls skilgreiningar á áföllum, hvenær maður batinn
En það alveg klárt að bati í fjölskyldu sem áfalli það að hún nái að nálgast hlutverkin sín aftur, að foreldrar fari í foreldrahlutverk, makahlutverk verði til aftur. Þetta allt búið að riðlast hérna meðan áfallið að ganga yfir. Þannig þetta eru klár batamerki og börn fá að vera börn. Það alveg gríðarlega mikilvæg vinna fyrir okkur og tækifæri að hjálpa börnum að fá að vera börn. Það klúðrast oft og maður þekkir það og maður finnur það og ég oft fundið í mínu starfi á sjúkrahúsinu þegar maður var að tala við virðulegt eldra fólk sem var búin að lifa langa ævi og orðið mjög lífsreynt, að það sagði við mann þennan dag manni að ég var fullorðin. Til dæmis unglingsstúlkur sem allt í einu sátu uppi með heilt heimili við móðumissi og það var ætlast sjálfkrafa til þess. Eða drengir sem fengu þau skilaboð að nú ættu þeir að fara að vinna fyrir fjölskyldunni. Auðvitað glata maður bensku sinni þarna. En annað sem að gerast ennþá í nútímanum okkar og við þurfum að vera voðalega mikið vakandi fyrir sem fagfólk, að við sjáum að börn eru stundum að lesa inn í líðan foreldra og eru þá að reyna að taka ábyrgð á líðan þeirra. Og þarna getum við gert líka mjög mikið sem fagfólk og ég ætla að fara aðeins betur í það á eftir, að við erum að hjálpa foreldrunum að tala upphátt það að þau passi þau og það verði í lagi með þau þrátt fyrir allt. Og við erum að kenna fagfólki að halda svona fund og erum þá að undirbúa fullorðna fólkið, foreldrana eða foreldriðir réttara sagt kannski, að fara inn á fund með barninu þar sem það segir þessar setningar að þrátt fyrir mikla andlega vanlíðan að þá læri barnið að fullorðna fólkið traust og það verndar og það í lagi með það þrátt fyrir allt. Þetta góð áfallavinna. Og þetta getum við virkað fullorðna fólki mjög fljótt í. Einhver spurning? Ég tel að, og ég sagði þetta áfram hvetjandi til okkar sem vinnum í kirkjunni, að það eru bara til fullt af rannsóknum þó að sé ekki iðkað, að það bara ekki jafn mikil bata því að vinna bara með einstaklingan í fjölskyldunni, þó að sú vinna ég alveg fullkomlega rétt á sér. Og það svolítið sorglegt að konan náttúrulega miklu gáfari hluti mannkyns, það segir sig sjálft, og það maður finnur það að hún þá miklu líklegri sem einstaklingur að fara að vinna í sér. Kaldýrið verður miklu frekar eftir. Þannig að við getum ýtt svolítið mikið undir batan með því að virkja alltaf allt kerfið í einu. Og það þannig, það fylgir allri sorg og öllum áföllum einmanaleiki. Það svona grunntilfinning. Allir einstaklingarnir hérna á hringnum sem að takast á við áfalli eru einmana. Og það svona hjálpar svo ofboðslega mikið þegar við getum látið fólki tala saman. Þannig að það uppgötar það að ýmsar tilfinningar og ýmsar hugsanir sem það að upplifa ekki bara þau. Og þetta alveg magnað þegar maður setur kannski með 4-5 manna fjölskyldu sem hafa fyrir stóru áfalli að fólk bara oft í mjög miklum einmanaleika sem einstaklingar. Og stundum með maður spurður, hvað áfallavinna? Einfaldasta skilgreiningin á áfallavinnu það tengslavinna. Við erum að reyna að viðhalda og laga tengsl. Og það gott fyrir okkur sjálfgætana að við muna akkurat svona einfalda sýn, því það gefur okkur sjálfstraust til að þora að stíga inn í aðstæður og vita hvað við erum að gera. Við erum að laga tengsl. Þetta ekkert flóknar en það í sjálfu sér, þó maður þurfi kannski að kunna ýmislegt og að þjálfa ýmislegt. En við erum að fá tækifæri til að láta hjón tala saman sem dæmi og ég ætla að tala betur í þetta allt á eftir. Ég sagði áðan 2-3 kynslóða kerfi. Áhugavert í fjölskylduvinnu, það sem mikilvægt fyrir okkur að vera svolítið vakandi. Maður verður stundum var við það þegar einstaklingur í fjölskyldu sem á mjög mikla áfallasögu. Og hvað gerist þegar maður verður fyrir áfalli? Jú, gömul áföll spretta upp og þannig að nýja áfalli sækir gamla áfalli og það gerir ekki eins og greinarmun á því.
og gamla líðanin kemur fram og ef þetta eru áfullar sem maður hefur verið kannski mjög ungur þá sér maður stundum þessa bernsku koma fram í einstaklingnum. Rosa áhugavert. Það sem ég reyna að segja, ég hef séð fólk til dæmis sem á áfall þegar var 14 ára fullorðið fólk og þegar nýja áfallið verður, þá sækir stundum þennan einstakling, þennan 14 ára einstakling sem innra með þeim. Útskýrir stundum hvernig það bregst við. Já, mjög áhrifaríkar reynslu að sitja með hjónum sem voru að fá krabbameinsgreiningu á barninu sínu sem allt reyndar fór mjög vel eftir 1-2 ár. Annað foreldri átti sögu í sinni fjölskyldum það að krabbamein læknaðist. Hitt átti sögu í sinni fjölskylda sem krabbamein yfirleitt tók fólki. Og þarna sjáum við hvernig það mættust 2 ólíkir heimar og sjáum hvað hjónavinnan var náttúrulega gríðarlega mikilvæg. Og það að ná þessu utan af fólkinu. Þetta er fjölskylduvinna, áfallavinna. Nokkur hlutverk sem maður svona stundum setur niður þegar maður er að vinna með fjölskyldur, það er strax makahlutverkið. Ég ætla að fara síðan betur í hvert hlutverk, hvernig ég sé fyrir mig að við getum unnið það. Foreldrahlutverk, náttúrulega náskilt líka þarna, systkinahlutverk, afar og ömmur ef þá við, hugsanlega stór fjölskylda og svo þetta blessaða hugtak samsettar fjölskyldur. Mér skilst að sú prósenta sé alveg flegi ferðu upp, ég kann hana samt ekki. Og hefur náttúrulega gríðarleg áhrif. Ég hef bara stundum notað þetta í klíninginni að við verðum að hætta að lesa hugsanir. Og hjálpa fólki að tala í beinum skilaboðum til hvors eða hvers annars. Hjálpa fólki að vita að það er að fara að verða til ýktari samskipti hér. Og það er alltaf að fræða fólk til dæmis um opnu samskiptum þjóna tilgangi. Og ég held að það er mikilvægt fyrir sálgæti að læra svolítið það að sálgæslan er ekki bara einhver hlustun, ég heyri þetta stundum hlustun, hún er líka að miðla ákveðinni fagþekking og segja þessa setningar. Þið getur náttúrulega rétt ímyndað ykkur að í fjölskyldum þar sem er áfulla mannavöldum, þar eru náttúrulega ekki opin samskipti. Það er ekki. Það er löngu búið að taka þá getu. Makalíf. Það er til allskyns rannsóknir af því að makar sem lendi, ég er þá að tala um par, sem lendi í áföllum að það sé miklu hærri skilnaðartíðni hjá þeim. Og það er til bara einhverja rísatölur, alveg upp í 80-90%. Guðni, hvað skilja margir sem eru svona, sem þú giftir hérna og... Já, hvað er ekki eitthvað 50% eða eitthvað svoleiðis? Ég skilst að þjóðfélagið segir það. En svo eru til tölur 80-90% að makar skilji sem lendi í áföllum. Þetta er bara ekki réttar tölur nema fólk fái enga aðstoð. En ef fólk fær aðstoð, þá er skilnaðartíðnin mun minni heldur en gengur og gerist í samfélaginu. Það er góð tíðindi. Aftur fræðslu. Oft sitja á móti hjónum sem er verða fyrir áfall og þau bara henda þessu beint framan í mann. Erum við að fara að skilja skóta þessu? Bara óttinn og hræðslan kemur fram. Aftur að fræða fólk á en lengra er haldið. Ég bið ykkur það þegar þið sitið á móti hjónum og þá nú er ég að tala um klínik, það er svona verklegi þátturinn. Ekki spyrja hjón hvernig hafið þið það. Að því konan svarar, ekki bara velmeint sem ég segi þetta er bara staðreynd. Spyrjiði einstaklingan, hvernig hefur þú það sem maðurinn hennar, hvernig hefur þú það? Látið einstaklingin í tvendinni svara fyrir sig. Þannig að hinn einstaklingur fái tækifæri til að hlusta. Þetta er tækni, mjög einföld, ekkert merkileg, en hún virkar mjög mikið. Og markmið er að skapa þannig tengsl að þau upplifi raunverulega að þau hafi áhuga og séu að hafa áhyggjur af hvort öðru. Og til þess bara þessar setningar hefur áhyggjur af konuðinni. Þá fæ ég til að tala upp átt og konaðinn hlustar á því.
Þetta eru svona tæknilegar spurningar, mjög einfaldar. Og það er aldrei áhugavert að maður lendir oft með hjón í viðtölum þar sem annar aðilinn er búinn að skilgreina það að hinn aðilinn sé ekki að gera þetta rétt. Af því að hann fer oft út í bílskúr að vinna eða eitthvað, skiljið, ég tek bara svona eitthvað dæmi, þetta er enda mjög raunverulegt dæmi. Málið er það að fólk ruglar stundum saman sorgartjáningu og sorgarhegðun við líðan. Og það er markmið okkar í samtalinu að láta hjónin sjá það að það er sama líðanin hjá þeim en ólík tjáning. Þannig að góð makavinna í áföllum snýst að taka burtuna samanburð. Að hún sé reið við þig að því þú syrgir ekki rétt. En þau líður kannski nákvæmlega eins og þér. Þannig að komast niður fyrir tjáninguna. Skiljið hvað ég meina? Þetta er einfalt og ótrúlega áhrifaríkt. Þannig að með þessari vinnu, einföldu vinnu, þá eykst líðanin. Ég hef tekið eftir, virðingin fyrirgefið, ég hef tekið eftir því að þetta er ekkert eitthvað samtal sem á sér stað einu sinni. Þetta er samtal sem þarf að gerast oftar því að það þarf að hjálpa fólkinu inn á þessar brautir aftur og aftur. Svolítið skrítið með mannskepnuna, ég kann ekki útskýra þó við tilengurum okkur eitthvað og lærum eitthvað í svona erfiðum aðstæðum, þá er það ekkert endanlega komið, maður þarf að viðhalda þessu. Góð tíðindi, lægri skilnaðartíðni á fólki sem fær aðstoð, hættir að bera sig saman, sér ólíka líðan, talar upphátt, finnur það að makinn er að hlusta á það og tjái sig áhyggjur. Og ég hef aldrei hitt hjón sem ekki hafa áhyggjur af hvort öðru í svona aðstæðum. Aldrei. Systkini er náttúrulega sér eining. Nú ef það er sér hlutverk, ef það er til að segja þessi stað áfall, eitt systkini er veikt eða foreldri er veikt, það verða alltaf til fullt af fyrirbærum. Börn eru sjálfhverfir hugsuður, þetta er setning sem maður notar í áfallavinnunni. Það er ekki neikvætt orð í þeirra samhengi, þó ekki sig það kannski í öðru samhengi við mannafólk. Það þýðir það að þau hafa alltaf tilhneigingu til að setja sig í orsakasamhengi við alla hluti. Það þýðir það að þau hafa tilhneigingu til að bera ábyrgð, en hún getur verið alltaf stór og börn geta orðið mjög þreytt í svona aðstæðum þar sem alltaf er athygli á annað foreldrið eða á veika systkini eða eitthvað, og þau hafa sýnt oft í rannsóknum að þau eru ofta þjást mikla sektarkennd því það eru komnar svona hugsanir eins og þetta er svo leiðilegt, svo þreytandi. Og maður getur verið hundleiður á veikum bróður sínum, skiljiði. Og það er erfitt að hugsa þetta og setja einn upp með það. Það er svo gott að normalisera það með þeim að þau fái bara að segja þetta í öruggu rými. Því þetta er bara eðlileg viðbrögð við rosa þreytandi og erfiðum aðstæðum. Hefur ekkert með væntumþykju að gera eða ást. Reiði jafnvel þeim sem snýr að áfallinu og sjálfum sér þá. Afbrýðisemi, oft lent í þessu systkina samtölum þegar athyglin fer til dæmis mjög mikið á eitt systkini, þó það sé farveikt, þó það sé deyjandi, af því það er öll athyglin þar. Líka afbrýðisemi gagnvart foreldri sem er kannski deyjandi eða alvarlega veikt. Það er öll athyglin þangað líka. Einangrun, það náttúrulega gerist það með systkini eða börn sem eru gangu gegnum áfall og þau verða misþroska eins og ég segi, það er ekki neikvætt orð heldur. Þau eru að ganga inn í mikinn erfiðan heim sem fá börn og unglingar eiga, þannig að þau eru ofta erfitt með að samsama sig jafnöldrum. Þau verða svona misþroska fullorðin á sömu sviðum, kannski barnsleg og öðrum. Svo er það blessuð fullkomnunaráratan sem mörg börn og unglingar tileinka sér sem eru að takast á við áföll. Og undir fullkomnunaráratan er alltaf sama tilfinningakerfi, er ótti og skömm. Þú býr til kerfi það til að standa því, þannig að það þarf ekki að hafa áhyggjur af þér. Og þú býr oft til góða ásýnda fyrir fjölskylduna og þú verður dálítið ósýnilegur gagnvart áhyggjum foreldrana. Og þau fá alltaf hvatningu. Þessi erfiðu viðbrögð þeirra við þjáningu er oft, við hvetjum þessi börn áfram. Einhverjar spurningar? Ég tala og það er ekkert sérstaklega hollt fyrir ykkur. Einhverjar vangaveltur, eitthvað sem ykkur finnst snúið eða óskýrt.
Svo megi vera ósammála líka. Þú Rósa spyr hérna, getur þetta birst í systkinahóp þó þau séu orðin fullorðin? Án undantekninga. Hlutverkin, ef áföll eða funksjón fjölskyldunar bara svona sem margar fjölskyldur eru, þið nefndu fullt af tölum sem ég veit ekki hverjar eru nákvæmlega, þá þetta kerfi áfram, já. Það þannig. Meikar það sens á góðu íslensku? Já. Og þið hafið náttúrulega mörg ykkar prófað að fara inn í tengdafjölskylduna ykkar. Nú ég farin á hálan ís, mjög. Og þar sjáum þið fullt af kerfum og þið farið allt inn í kerfi sem þau kunna og tungumál sem þau kunna. Nú ef þið hafið alist upp í erfiðum fjölskyldum eins og margir hafa gert, þá finnið þið það að maður lendir stundum aftur inn í gamla kerfinu sín þó maður sé fullorðinn og öflug manneskja í fullorðinslífinu sínu. Og maður fer allt í hana fellur inn í þessu gamlu hlutverk. Passar það ekki við sem varst að spyrja? Já. Amma og afi, þetta náttúrulega gríðarlega mikilvæga stærðir og það svona stundum talað í áfallavinnunni kringum ömmur og afa að þetta náttúrulega orðið svo hraust fólk og öflugt fólk. En þetta ekki létt hlutskipti og ég alveg sannfærður þegar margar afar og ömmur verða út undan í þessu öllu saman. Og ég alveg bara heyrt fólk segja það líka og ég hef séð það með eigin augum. Og þau í flóknu hlutverki, þau í tvöföldu hlutverki sem ég finnst að mig ekki vanvirða og þarf eiginlega að segjast upp á. Þau hafa ágjör kannski af barninu sínu sem segjum bara, nú tala ég frá veiku barni eða deyjandi barni eða eitthvað. Þau hafa ágjör af barninu sínu í aðstæðunum en líka leið að barnabarninu, skiljiði. Þetta svo erfið hlutverk sem þarna og svo fáðu kannski enga athygli og ég hef kynnst til dæmis öfum og ömmur sem hafa misst barnabarnið sitt. Þau hafa ekki fengið neina athygli í sorgarferlinu sínu og þau hafa kannski sagt manni það að þau hafi bara farið að syrgja lengur seinna því þau hafa verið upptekin af því að halda öllu gangandi. En afar og ömmur í dag eru svo öflugt fólk. Heilsa fólks oft mjög góð og fólk oft bara mjög kröftugt langt fram eftir aldri og sum bara hafa mjög mikið að gefa og eru mjög mikið inn í aðstæðum fólks. Þetta eru nokkrar setningar sem maður hefur fengið hjá þeim. Á ég að gefa ráð? Hvenær maður fann að stjórna? Hvernig er hjónabandið þeirra? Þau eru að skoða fólkið sitt. Hvað má ég spyrja mikils? Er ég meiri stuðningur en maki? Skiljiði? Þetta fullt af erfiðum hlutverkum. En afar og ömmur eru verulega vandaðar stærðir. Það dálítið erfið stærð í samtímanum okkur sem ég verðilega að minnast á og ég oft rekist á sérstaklega kringum krabbameinsveikindi. Það mikilvægt að barn missir foreldri sitt. Það ekki gott að missi alla blóðfjölskylduna þeim megin. Talandi sálgæslan tengslavinna. Stundum tekst þetta ekki. Og stundum ábyrgðin á báða bóga að það allt þar á milli, ég ekkert að fullyrða það. En stundum það þannig að foreldri sem eftir einhvern veginn tekur barnið út úr tengslakerfinu sínu, sem var hinum megin. Það heilandi að þekkja uppruna sinn. Nú stundum það akkúrat öfugt, að það tengslakerfi á ekki getu einhvern veginn við að viðhalda tengslum. Akkur áfallavinna tengslavinna? Jú, þegar áfall á sér stað, þá rofna 3 tengsl. Tengsli við sjálfan sig, tengsli við annað fólk og tengsli við það sem ég segi við æðri mátt, aðri kalla tilgang og ég segi æðri máttur Guð. Þessi 3 tengsl rofna og við erum að koma inn á það svæði og hjálpa fólki að ná að brúa þessi svæði aftur til að maður verði heill eða heil.
mjög áhugavert við áfallavinnu kringum áfallamannavöldum það að hún byrjar oft þannig að það er einstaklingur sem brýtur sig út úr kerfinu. Segjum bara þessi stúlka hérna, þetta er gerandi, systkini, móðir, hún brýtur sig út úr kerfinu. Þannig að vinna með áfallum og mannavöldum oft bara þessi einstaklingur hér, en kerfið hérna er ósnert að því. Og það er oft heilbrigðasti einstaklingur sem brýtur sig út. Það er því ekki að hún gangi best, en hann er einhverju sjálfsvörn sem leiðir hann í uppgjör gagnvart uppruna sína. Og það sem er svo magnað, að þetta fjölskyldakerfi hérna sem eftir það berst upp á líf og dauða að viðhalda sér. Það ætlar ekki að breytast. Og hvað gerir það? Það útskýrir það að þessi einstaklingur sem brýtur út kerfið, það segir það jafnvel í blöðum opinberlega eða út allt, að hún eða hann séu bara geðveik. Kunni ekki að haga sér, óviðandi. Og þetta er alveg ofboðslega einmannaleg stað að fara í svona uppgjör og brjóta sér svona út. Hvað fólk þarf mikla aðhlynningu að fara. Og þetta þarf mikið hugrekki til að fara út úr þessu. Og ég vissum að þið hafi séð svona dæmi. Svo plandi smá góðri guðfræði þetta. Ég held að Jesús hafi brotist út úr illa fungerandi kerfi. Það er bara pæling. Og maður hefur séð það hvað þetta fólk þarf ofta að upplifa mikla fordæmingar og ég sé það eru nokkur hérna inni sem eru vön að jarða. Þetta hefur maður rekist á í kringum jarðaferðirnar. Einhvern systkini sem er ekki til staðar, einhver veruleiki sem er ekki raunverulegur, sem er kynntur fyrir manni. Svo heyrir maður allt í einu systur eða bróður einhvers staðar. Í síma jafnvel. Óþægilegt. Og gerendur eru náttúrulega þannig einstaklingar að þeir náttúrulega bera aldrei ábyrgð á neinu. Þetta er allt öðrum að kenna, þeir eru fórnarlömb. Þetta er narsísk staða. Og þeir misnota allar aðstæður. Og ég hef alveg sagt þessa sögu áður. Ég fór eins og inn, bað mig eins og dóttir manns að vinna sáttavinnu. Hún vildi fá að feysa föður sinn sem hún vissi var deyjandi. Og ég fór og athuga og talaði við hann og hann viðurkenndi brotið að hafa verið pedofíliskur í hennar lífi. Og hann var tilbúinn að tala við hana. Og maður er alltaf viðbúinn því þegar gerandi og þolandi koma saman, að maður þarf alltaf að velja þolanda, maður þarf alltaf að vera tilbúinn að brjóta samtalið niður og fara út úr því, vegna þess að maður getur ekki treyst neinu. Af því svona einstaklingar geta alltaf misnotað aðstæðurnar. Og þegar við komum, þá var reifan bara kjaft við okkur. Og þannig að við náttúrulega manneskjunni burtu og ég kom síðan að því að hann hefði fengið miklu betri fréttir en hann var ekkert alveg deyjandi. Þannig að misnota hann dauðan líka, skiljið. Þannig að þeir einstaklingar misnota allt. Og það er líka eins gott að þetta fólk gerir sér grein fyrir því sem er að fara að gera upp svona fjölskyldusögu. Þetta er ekkert einhver viknaði mánaði vinna, þetta er bara margra ára ferli að verða heill út úr svona. Og áföll á mannavöldum, þau hafa miklu meiri áhrif á heilsuna heldur en ytri áföllin. Og þegar ég segi þetta þá er ég ekki að gera lítið úr því að missa einhvern, Guð minn almáttugur, nei. Ég er bara að benda á það vegna þess að áföll á mannavöldum hafa svo mikil áhrif á sjálfsmyndina. Þannig að áföll að vinna inn í svona fjölskyldum er svo mikil sjálfsmyndar að vinna að maður ber ekki stöðugt einhverju skömm og sektarkennd. Skömmin er fyrir okkur sem stundum sjálfgæslu og tala um kristna sjálfgæslu, hún er gríðarlega mikilvægt atriði að kynna sér og þekkja. Það að verða heill. Lifi í sátt við sig. Auðvelt að tína upp ýmist guðfræðileg stef kringu það. Já. Þetta var rosaleg spurning. Hún spurði, já takk, hún spurði þeirra kræfjandi spurningar hvernig kennir maður fólki að verða heilt á ný. Það getur verið mjög langt ferðalag.
mjög langt. Fyrirgefðu? Já, þetta fyrst og fremst andlegt ferðalag. Ég sakna stundum orðsins spirituality sem við höfum til í enskunni. Þetta náttúrulega andlegt, trúalegt, tilvistarlegt ferðalag. Ef maður svarar nokkrum yrðingum orðið rétt, þá til dæmis að maður getur svarað yrðingunni jákvætt sjálfan sig. Þetta ein yrðing sem sett upp kringum þetta. Ég búinn að ná einhverju heilunartengslum sjálfan mig. Mér þykir vænt mig á heilbrigðan hátt. Ég ekki að tala aflæti, ég þykir vænt sig á heilbrigðan hátt. Að maður treysti til dæmis öðru fólki, það batamerki. En kunna setja hinu fólkinu mörk. Að maður hafi ekki glatað tilgangnum og sé búinn að öðlast tilgang. Þetta svona 3 meginstef sem skilgreina. Og þú spyr hvernig heila maður þetta. Þetta getur verið bara margra ára að vinna sem við erum að tala þarna. Ná svona sáttar tilfinningar gagnvart sjálfum sér og líka hafa náð í einhver tilgang æðri mátt eða hvað við köllum það. Ég kalla það Guð. Þetta svona þríhyrningurinn góði. En ég get ekki sagt þér hvað þetta tekur langan tíma. En ég get sagt þér eitt að þetta góð spurning hjá þér. Þetta náttúrulega ferli sem mun stundum fara upp á við og stundum niður á við. Og það þarf mikla þolinmæði í alla sjálfgæslu, hvort sem þessi sorgar eða áfall að vinna. Þetta ekki vinna sem við getum unnið í 1-2 skipti. Þetta langt ferðalag. Og maður sér að þessi tengsl sem þau byrja og svo dýpka þau og svo dýpka þau. En auðvitað það sáttin við sjálfan sig sem einhvers staðar segir minnið í málinu okkar sáttur við Guð og menn. Það þýðir náttúrulega eitthvað. Það einhver reynsla sem tjáð þar. Og auðvitað kemur annað orð inn í þetta og þar segi ég að mér langar alltaf að lyfta undir sjálfsmynd okkar sem við stundum sjálfgæsluna. Þetta náttúrulega hellingsfyrirgefningavinna sem ég var að draga upp fyrir þig. Að fyrirgefa sjálfur sér. Þolandinn þarf að fyrirgefa sjálfur sér. Hann með fullt af rangkomendum ábyrgð sína í ofbeldinu. Og það þarf að læra stundum að fyrirgefa öðru fólki sem þýðir ekki það að maður afsækja gjörðir heldur að maður fái frið gagnvart þeim. Og upplifa það að maður eigi aðri mátt sem fyrirgefandi. Svara þetta þessari góðu og erfiðu spurningu. Já, það var stutt svar. Þetta gerir maður 5 mínúta svar hjá mér. Nú eitthvað að gera sem má ekki gerast. Ég ætlaði að við eigum að hætta korter í og ég var búinn að hugsa mér að hafa hérna svona 5-6 mínúta spurningar og vangaveltur. Nú sleppið ekki hvort sem þið viljið eða ekki. Svo ætlum við að halda áfram eftir hlé fyrir þá sem hafa áhuga að vilja að ræða áhrif þessari vinnu á okkur sjálf sem fagfólk. Þú með mækin. Það heyrist endur ofboðslega vel hérna. Já, það kannski upp á streymið bara. Já, fyrirgefðu, ég gleymdi því ég væri í beinni útsendingu. Endurtaka spurningarnar, það í lagi. Já, ok. Vá, ég myndi ekkert eftir því að vera upptakað hana. Hvað segið þið? Eitthvað sem við viljum leggja fram? Gjör svo vel. Ég svolítið bara að pæla hvar sjálfgæslan á sér stað. Bara maður hugsa kirkjur, kirkjuna bara, já, að hún alltaf bara inn í sjálfgæslu viðtölum eða hægt að hafa, já, ég var í starfsþjálfun á Landspítalanum og þá voru við með eitthvað svona Rými. Já. Það voru söngstundir. Þá var að spila á gítar, sungið saman lög og svo milli lagana þá var sálgætirinn svona fór að ræða lögin og fólk hafði tenginga við lögin og það var svona eins konar sálgæsla, einhvers konar fannst mér á þessum tíma því það var, fólk var að svona tjá sig já, koma með eitthvað svona pælingar og bara hugsa svona. Ég ætla ekki að ógilda þessa góðu stund á hjartadeildinni sem þú varst að lýsa, held ég. Nei. Og þetta þetta ákveðin sjálfgæsla, en þetta kannski meira það að opna til frekara samtals í einrúmin. Já.
og maður var við það að svona stundir kannski urðu til að vekja áhuga og löngun einstaklinga til að eiga samtali einslega. Þetta mjög góð spurning hjá þér. Ég var svolítið var við það hjá fagfólki þegar maður vinna á gjörgæslunum sem vettvangur þar sem mikið gengur á og oft að koma inn slys og einhverju válegir atburðir og fólk á ferðinu og annað slíkt, að ég tók stundum eftir að fagfólk var að tala við þolendur á göngunum. Gengur fram hjá hóst sína samtal. Og eftir að hugsaðist sagði fólk stundum, já, ég var búin að veita henni eða honum ákveðið samtal sem hún flokkaði sem sjálfgæslu. Svo sagði sama fólki, ég hef ekki fengið neina þjónustu, engin samtal, þolendunni. Þannig að maður lærði og ég hef lært að það verið skipta svo miklu máli að taka fólkin í afmarkarými, þá upplifir það frekar að sé að fá sjálfgæslu. Og ástæðan bara svolítið faglega einföld, þá það að fá athygli í lokuðu rými. Þá þetta orðið viðtal, skilurðu. Eða svara spurningunni um einhvern veginn. En ég ekki ógild þessu stund, því hún leiddi til frekara samtals og hérna eru þaulreynt safnaða fólk, prestar og biskupar sem hafa unnið með fólki. Auðvitað getur helgistundin leitt til einkasamtals. Auðvitað ákveðin sjálfgæslu í helgistundin sem svo leiði til frekara samtals. En maður getur ekki unnið með að djúpa vinnu í svona aðstæðum í almannarýminu, sko. Alls ekki. Svo ég gerist prakkari, ég meina, ef maður djákni eða prestur eða hvað sem maður ég meina, ef maður kemur illa fyrir, þá lokar maður mjög á það að einhver hafi áhuga að tala við mann. Það mjög einfalt lögmál. Fleiri spurningar? Við eigum alveg 2 mínútur í viðbót. Mér var sagt að ég tekin all hressileg gegn, ég fer að rugla eitthvað með tíman þetta. Ég ætla að... En að beina athygli fólks kannski heldur að því að einbeita sér að krefjandi verkefnum, frekar heldur en sjálfu sér líka í þessari vinnu. Jafnframt. Getur útskýrt þig aðeins betur? Líka þá ég að tala stundum finnst mér eins og maður kannski að missi fólk í það að fara mikið ofan í sjálft sig. Bara of mikið að pæla og það verði svona eins konar sjálfhverfa. Já, sko, sjálfhverfa aldrei úrvinnsla. Sjálfhverfa öryggisstaður og maður sér oft fólk stoppa á því stigi einhvern veginn og við lifum í sjálfhverfum kúltúr núna. Við erum narsíus, við erum að taka myndir af sjálfum okkur öllum aldrei í liftum sem dæmi, svo í grínist nú aðeins, skilur við. Þetta náttúrulega mjög áhugavert fyrirbæri sem eiga sér stað. Það mjög áhugavert líka að lesa fullt af viðtölum sem birtast í fjölmiðlum þar sem fólk segir frá þjáningu sínu og mér finnst gaman að lesa þessi viðtöl og ég ekki að tala neitt illa um þau, en ég sé ofta að vera ekki átt sér stað nein úrvinnsla vegna þess að sjálfhverfan hefur aukist. Þannig að það orðið hinn þjáði, það orðin þessi sjúklingshópur, það orðin þessi hópur sem hefur mist þetta. Þannig að það batamerkið þegar þessi sjálfhverfa minnkar og maður svo margt annað heldur en þjáningin sín. Ef ég skildi rétt, ég held til dæmis í góðum öruggum höndum að þá geti þessi djúpa sjálfsvinna akkurat leitt manni frá sjálfhverfunni. Og við vinnum í trúalegu samhengi og ef ég skildi Krist rétt þá sagði hann að við ættum að deyja sjálfum okkur, ekkur þetta minnka. Og sjálfgæslu og úrvinnslu og áföllum og sorg á að leiða okkur þangað. Fleiri spurningar? Tíminn kominn. Já, þá ætla ég að hlýða. Takk fyrir gott hljóð og ég vona ykkur hafi liðið bara vel. Heyrðu minn kæri, það vantar hleðslu fyrir næsta fyrirlestur inn á tölvuna. Takk fyrir það, vinur.
Ardís, að þú varst ekki hérna áðan, getur eiginlega ekki verið hérna. Já, það kemur ekki þessu við. Æ, sko þar. Heyrðu, aftur skulum við leggjast að nú ætla að fara í allt annað efni. Sko, það er svona spurning sem að ég set alltaf fram á fólk, sko, í hvort sem það er í kennsleika, bara hversna veljið að vinna með öðru fólki? Nú vil ég að við sjá aðeins duglegir að tala núna heldur en áðan. Þið voru alveg eins og dauðadæmt hérna áðan. Já, ég held að samt það sé ekki alveg nægilega góð skýring, sko. Ég meina, hví velur maður þetta hlutskipti? Er það forvitni? Já, en að því við vorum að leika okkur að stúdera áðan fjölskyldusögu, þá langar mér samt að biðja ykkur að hugleiða samt aðeins hvort það sé eitthvað í fjölskyldusögun ykkur. Já. Ég er ekkert að fullyrða að sé þannig, en það er til fullt af rannsóknum allan heim sem sýna okkur það að hjálparinn, og mörg okkar hjálparar, kannski bara öll hér inni, að hjálparinn kemur oft úr mjög þjáðum aðstæðum. Þetta er bara staðreynd. Og það er til stór rannsókn á hjúkrunarfræðingum sem eru svona atvinnugóðmenn eins og við prestar og djáknar, að mjög hátt hlutfall af þeim hafi eins og verið gerð svona rannsókn á Íslandi sem rökstyður að koma úr mjög krefjandi aðstæðum. Ég hef ekki séð svona rannsókn hérna skal ég segja ykkur ég hef ekki séð svona rannsókn okkar stéttir ef ég er að tala presta og djákna, ég hef ekki séð það, en ég hef séð svona rannsókn innan læknisfræðinnar, það sem hefur verið sýnt fram á það að fólk hefur oft valið krefjandi sérgreinar og af því sem það eru meira krefjandi þeim oft meira voru krefjandi aðstæðurnar. Þetta er áhugavert. Hvers vegna? Jú, maður sækir oft í það munstur og það kerfi sem maður þekkir. Má ég heyra hvað þú segir aftur? Svo lífsreynsla fólks gerir svona persónuleikann dýpri og svona áhugaverðari oft á tíðum þegar maður svona... Ég ætla alls ekki að ógilda það sem þú segir, en mér langar bara að setja svona hliðarvinkil á það. Maður hefur möguleika á því að þroskast. Já. En það er ekki algilt, af því ég hef oft séð þjáningu keyra fólkinni mjög sjálfhverfari og erfiðari kerfi. Það er rétt. Já. En þú hafði líka rétt fyrir þér. Já. Ég var bara að hugsa sko, á elliheimili þar sem ég vann einu sinni að það var gaman oft að tala við gamla fólki sem var með margar svona áhugaverðar sögur. Já. Og það hafði greinilega þessi miklar lífsreynsla hafði í rauninni mótað og gert þessar persónur mjög svona, Já. öðruvísi. Gaman að því. Já. Lífssögur fólks eru heillandi. Það má svo sem alveg setja það inn í spurninguna mína. Ég held að fyrir okkur sem erum að vinna með fólki og fjölskyldum, auðvitað þurfum við að hafa áhuga á lífssögum fólks og hlusta á sögur. Satt að minna á eitt, það er svolítið áhugavert. Frægi geðlæknirinn sem við notum alveg hellingi sálgæslunni, henni kristnu sálgæslu, Karl Rothschild, sem skrifaði ævisögu sína, var svolítið flott setning sem hann sagði að sögur eru skemmtilegar, þú varst að tala um sögur. Hann sagði það sem kemur okkur öllum á óvart í lokin er það að allar sögur eru eins hjá fólki. Þeim svipar öllum saman. Það sem við höldum að sé sem persónlegast er hið almennast. Það er áhugavert. Allt fólk eru lífsreynt. Ég setti þessa setningu mér til áminningar. Þetta er sonur minn að skamma mig. Ég var eitthvað að rífast í honum. Fannst að vera lengi að setja á sig bílbeltið. Hann var lítill þá og svo hringdi spítalinn og ég var að tala af einhvern hjúkrunarfræðing þar eða einhverja fagmanneski. Og hann tók eftir því ég breytti rödd og hann hendi þess á pabba sinn. Út svo almennilegu fólki í vinnunni að pirraði við mig. Það var gott á mig. En það var alveg rétt sem hann sagði.
Það er náttúrulega oft krefjandi að vera í starfi hjálparans og það er oft fullt af hlutum sem maður fer í gegnum, bæði krefjandi og erfiðar aðstæður og margt sem við sjáum og upplifum með fólki. Það er út af fyrir sig eitt og sér krefjandi. En það er ekkert síður krefjandi fyrir okkur öll þau innri mál sem við eigum eftir að kíkja á hjá okkur sjálfum. Tók eftir því að gerði einu sinni rannsókn á stóran fyrirlestur fyrir læknadaga, þar sem ég var í samskiptum við lækna og það var svo áhugavert að þau voru þreytt af störfum sínum og allt það, en það var svo áberandi hvað mörg óuppgerð mál úr þeirra eigin lífi voru með til truflunar. Nú kinkar kollið hjúkrunarfræðingurinn. Þetta er svo rétt. Og það er þannig að þegar við vinnum við samskipti, auðvitað fáum við fjölskyldusöguna í fangið sem við vorum að tala áðan. Þess vegna þurfum við að fara og hafa hugrekki til að ganga inn í þá þjáningu og skoðana. Þannig að hún sé ekki fyrir okkur í starfunum. Og aftur, við þurfum, af því þú varst að tala hérna áðan þessa góðu spurningu þín að fólk þroskist, en það þarf ekkert að fara í þessa innri vinnu, en fræðin segja okkur að maður verði betri í starfinu sínu ef maður fer í þessa vinnu. Hvers vegna? Hvað dettur ykkur í hug? Maður að mæta sjálfur sér, maður verður einlægari og maður heyrir betur og maður sér betur. Það er svona annars konar máli egóð hefur minnkað. Maður getur verið meira til staðar. Ég tel að öll þessi störf sem við erum að tala störf hjálparans séu forréttindastörf. Það eru forréttindi, hugsa ykkur forréttindi fyrir okkur að fá að ganga inn í lífsög fólks og það trúir okkur og treystir fyrir sínum innstu málum. Og það fylgir svo mikil ábyrgð. Ég segi stundum að starf hjálparans sé valdastaða. Hún er ekki valdastaði fyrir merkingu að maður ráði yfir fólki á þann hátt eða sé einhvern virðingatitil. Það er það að maður að vera að treysta manni fyrir innstu tilfinningum sínum. Og maður getur farið svo illa með þetta og maður getur farið vel með þetta. Þannig að þetta er valdastaða sem við erum að vera vakandi fyrir. Og annað sem gerist að henni þjáðu hafa tilhengu til að setja okkur upp á stall. Það er líka ábyrgðar hluti að vera meðvitaður það. Það er voðalega gaman að spyrja fólk sem er að æfa sig í sjálfgæslu að það svari þessari spurningu, hvernig er nærvera mín? Það er ekki víst að nærvera okkar sé eins og við höldum hún sé. Bara smá pæling til ykkar. Ég ætla ekki að biðja neitt að svara í þessari spurningu í þessum hóp, en það er gaman að spara henni stundum, sko. Svo gaman að fá aðra til að svara því, og hvernig er nærvera mín? Það getur vel verið að ég gangi hér út á eftir. Ég finnst það samt ekki líklegt og finnist ég hafa staðið mig vel, en svo er það alls ekki raunveruleikinn. Það er náttúrulega æskilegt að sé samræmi þarna á milli. Og þetta til dæmis geta verið rök fyrir því hvað við verðum að vera duglega að sækja okkur stundum reglulega handleiðsla. Við fáum feedback á það hvar við erum stödd. Algjörlega. Þetta er gríðarlega mikilvægt. Það er búið að gera fullt af rannsóknum til dæmis meðal heilbrigðisstarfsfólks og það er ekki launin eða erfiðu verkefni sem fara illa með þau. Það er ef maður glatar tilfinninguna maður sé að gera gagn. Og ég stundum hugsað kirkjuna í þessu samhengi að vont ef starfsfólk kirkjuna sé að upplifa sig kannski ekki að gera gagn einhvers staðar. Þannig að þurfa að hjálpa fólki að venda þessa upplifun að sé að gera gagn. Og ef maður er búin að glata gagnsemis upplifun sinni, þá er maður bara á hættulegum stað. Hvaða tenging er farin þá? Til dæmis tilgangurinn. Hvaða tenging er önnur farin? Nú rifja upp tengslaþrýtingin okkar sem voru að tala áföllunum. Ég fer efast sjálfsmyndina mína. Og ég fer líka efast tengsl minni við annað fólk.
Þannig að gagnsemi hugtakið. Og þetta mjög merkilt fyrirbæri. Ég var myndi að hugsa hérna fólki sem búin að vinna þrekverki á jöklunum núna í 1-2 sólarhringa. Rosalegt, bæði þau náttúrulega fara inn í þessa miklu sorg og svo hörmulegu aðstæður og berja sem fyrir því sem ekki var, betur fyrr kannski, en ekki kannski, algjörlega betur fyrr. Það hefur sýnt sig allir þessi bráð og hjálparliðar sem eru að vinna svona vinnur, ef þeir eru upplifað takist ekki að gera eitthvað, þá er það svo hættulegt. Gagnsemis hugtakið virðist skipta svo miklu máli að venda okkur í erfiðum störfum. Ég tók bara þetta dæmi hérna handleiðsludæmi hérna barn á geðdeild sko. Fólk það sem kannski aftur verið að koma inn og batinn hægur að hjálpa starfsfólkinu að sjá að það að gera gagn þrátt fyrir. Og það kannski auðvelt kannski stundum að glata gagnsemishugtakinu í til dæmis í sálgæslunni eða öðrum slíku vinnu sem við erum að vinna því við sjáum kannski ekki alveg alltaf árangurinn. Þannig að það getur verið flókið. Við getum ekki gefið út recept. En þetta eru svona nokkrar innsæisspurningar sem gott fyrir okkur sálgætar að nota þegar við hittum aðra sálgæta. Fá þetta fortíðar svar hérna. Hversu stór hluti starfið að sjálfsmynd ykkar? Ég finnst svona með aldrinum að það verði alltaf minn og minni hluti af sjálfsmyndinni. Ég veit ekki hvort að það rétt þróun eða ekki. Og hvernig sé ég annað fólk? Og hvernig birtist trú mín og lífsgildi í starfi mínu? Það náttúrulega vand með farið. Við erum ekki í sálgæslunni að boða trú með beinum hætti. En við erum samt að birta fólki ákveðin raunveruleika og við erum samt að taka kjarnaatriði trúarinnar og setja oft inn á veraldlegt mál. Þannig er oft mikil hlut af færni sálgæslunnar að geta þýtt boðskapinn okkar. Og ég ætla að benda á annað og ég skil ekki alveg akkur ef maður ekki alveg nógu duglegur að benda á þetta. Allar rannsóknir sýna að þriðja tengingin sem ég tala með ykkur áðan, að eiga tengsl við Guð, hefur gríðarlega aukin áhrif á bata fólks í sorg og áföll. Og það má aldrei tala um þetta. Þannig að ég til að við sem stundum sálgæslu eigum ótrúlega dýrmætt veruleika til að hjálpa fólki til að verða enn heilla heldur en ella. Það er svolítið skrítin sálgæsla, finnst mér, að mega ekki tala um neitt sem heitir trú, tilgangur, eitthvað andlegt og fá ekki þá sýn einhvern veginn. En við gerum það ekki endilega með beinni boðun heldur spurningunni, hver er trúðin? Er hún hjálpleg? Þjónar hún þér? Og skoðum það þannig með fólki. Og svo náttúrulega hefur hún áhrif á hvers vegna við erum kannski að vinna þessa vinnustundum. Það er til dæmis oft í sálgæslunni okkar að við þurfum ofta að hafa mikið hugrekki. Við þurfum ofta að vera mjög hugrekk. Við erum að fara inn í gríðarlega erfiðar aðstæður þess að við sjáum ekki hvernig hlutinni munu fara. Það er náttúrulega trúarlegur þátturinn. Að við göngum inn í ákveðnu hugrekki. Ég er samt að tala um auðmýkt. Ég er ekki að tala um hugrekki, hroka hugrekki. Hvernig gæti óunnin fortíð birst í sálgæslunni okkar? Öllegu fortíð. Hvernig gæti hún birst? Já, rétt Guðlaug, Guðlaug segir dómarka, ég er sammála því, það getur birst sem ákveðin dómarka. Það getur birst þannig að maður heldur að maður viti, að því maður hefur sjálfur upplifað. Ég hefði út að meina það sem dæmi. Fyrirgefðu, þú sagðir aftast að bekk. Maður bregst við, eða getur brugðist við út frá í rauninni kannski sársauka í eigin lífi sem er óuppgerður. Rétt. Og þá er maður ekki að nálgast þetta faglega. Rétt.
Bára, þú bendur á mikilvæga hluti. Ég nú fattaði eitthvað hvernig að tala ljósi kemur framan í mér. Ég hef til dæmis séð fortíð sem óunnum birtast þannig að fólk fyrir að verja sig í aðstæðunum, fagalinn fyrir að verja sig. Hann stígur ekki inn, af því það svo mikill sársauki í honum. Og þá ver hann sig. Og svo rétt sem þú segir að maður heldur að maður viti, en maður veit samt ekki, af því maður á einhverju reynslu, skiljiði. Og þá fyrir maður kannski að taka of mikið pláss. Af því hluti að list sálgæslunnar að taka ekki of mikið pláss. Þetta svo gott sem þið tóku sem dæmi og ég oft hugsaði þetta í handleiðslu á krabbameinsdeild þar sem var deyjandi drykkjumaður, þar sem birtust mér 2 hjúkrunarfræðingar. Annar vildi alls ekki þjónustan, hinn vildi þjónustan og þá voru báða börn alkohólista. Fortíðin hafði mikil áhrif á viðbröður með ólíkum hætti, skiljiði. Þarna taka þær báða mikið pláss. Önnur ætlar að bjarga honum, hinn ætlar ekki að koma nálægt honum. En svo svo fallegt í kristindónum sár lækna sár, segir fyrir benjar hans urðu við heil, gömul íslenska. Reynslan samt dýrmæt, skiljiði. Ég ekki að ógilda reynslu, en hún þarf bara að vera svolítið gróin og unnin. Og þið hafið náttúrulega fundið það sjálf og við, þegar við erum öll lífsreynt fólk, að þegar maður á erfiðum stöðum sjálfur, þá maður ekki á sama hátt hæfur eins og maður þegar maður í jafnvægi. En það samt ekki nauðsynlegt að hafa reynslu á öllu, sko. Guð sé lof. Jóhannes skýrari segir á vegum að hann eigi að hverfa og annar að koma í staðinn. Þetta alltaf svo sterk og falleg mynd, finnst mér. Þegar við erum ekki á góðum stað, við notum oft egoið í sjálfgæslunni. Og maður ekki á góðum stað þegar maður til dæmis alltaf að tala verkefni sín við aðra og öll verkefni sem maður að vinna svo stór og mikil. Skiljið hvað að fara? Maður sé háður hrósi, setji fyrirvara öll verkefni, önnur birtingamynd, í stöðu að leita til hvatningu, þegar maður farin að taka mikið pláss. Þetta svona birtingamyndin okkar þegar við erum ekki í góðum tengslu. Ég man eftir því þegar ég var í nám úti í Bandaríkjunum að þá gekk ég með svona stóra svona bók svona á göngunum og kennarinn minn spurði akkurat þessu bók. Ég svona að halda utan allt síðan að gera og var mikið að gera sig. Og baða mig að setjast niður og aðtöku hvar ég var í staddur. Ég tek stundum eftir þegar fólk mjög þreytt og stækkar í ego, þá fer það ofta að tala hvað rosalega verkefni það að sinna. Og þetta líka svolítið vandmeð farið í kirkjunni að við fáum oft mikið hrós, til dæmis fyrir athafnir og annað slíkt. Þetta mjög vandmeð farið. Ég ekki viss aðra stéttir bara, nema kannski leikara að klappa fyrir þeim í lok vinnudags alltaf. Þetta líka ekki góðu staður að vera á fyrir sjálfgætin. Það eins og tala mikið sjálfan sig. Það mjög vandmeð farið að tala eigin reynslur. Og virða ekki mörg heimilis og vinn. Og þetta náttúrulega dálítið erfitt fyrir starf Diákonas og pressins, við tala ekki síst þeirra í samfélögum þar sem pressetrið svona miðlæg staða. Óviðandi húmor. Óviðandi húmor getur til dæmis verið, maður orðinn of þreyttur þegar maður farin að verður of kaldhæginn. Því það húmor hins þunglinda eins og sagt er. Og þið sjáu til dæmis, og ég sem svolítið gott fyrir sjálfgæslun okkar, það ofta að tala um að við þurfum að hafa ákveðna handleiðslu og leiðbeiningar fyrir okkur sjálf, en það mér persónulega finnst að í handleiðslunni megi aldrei, í okkar tilfelli megi aldrei missa þriðjutenginguna sem tengsl við æðri mátt, Guð.
Og það gott fyrir okkur að æfa okkur í þeim tengslum. Það gefur okkur hugrekki, það gefur okkur ró, það gefur okkur hvíld. Og það gott að spyrja prest og djákna og aðrana starfsfólk kirkjunnar og hver eru tengslin við Guð og hvernig þjónar það afl þér í þinni vinnu? Hvað er þetta? Hvað gerir þetta? Það má spyrja prest og djákna þessu líka, sko. Og ég hef oft sem prestur í 20 ár, maður er oft verið á þeim stöðum í vinnu þar sem maður er búin að missa þessi tengsl og maður er fann að vinna á hnefanum. Þannig ég ætla bara að spyrja ykkur, hver eru tengslin við ykkar við Guð? Hvernig þjónar sú stærð ykkur í lífinu? Hún á náttúrulega að þjóna óttanum, hún á að þjóna æðruleysinu, hún á að þjóna ákveðinni dómgrind og hún á að náttúrulega þjónast að maður missir svolítið heilbriða sjálfsmynd og heilbrið mörk. Og það er, og þegar við lendum í þessari þreytu stöðu þá verðum við náttúrulega svolítið upptekin af okkur og þannig er erfiðara að tengjast okkur. Og það er líka svolítið áhugavert að það hefur verið rannsakað þetta svokallaða burnout-hugtak í meðal svona atvinnu góðmenn eins og okkur sem við vinnum við svona störf, að það er ekki endilega víst að burnoutið birtist sem það að við nennum ekki að fara inn í mál. Heldur getur burnoutið birst þannig eða í markaleysi að við ætlum bara að vinna öll mál. Og bara já. Það vantar þjónustu í Keflavík, já, það vantar þjónustu í Mosesveit og Ardísi, af því hún er ekki að standa sér nógu vel, það er betra að fá þig, skilur mig. Já, tek svona dæmi Ardís, þetta er ekki satt. Og það er líka, og það finnst mér svolítið áhugavert þarna að því að við erum í sjálfgæsluna að lenda oft í mjög krefjandi aðstæðum og í krefjandi lífssögum. Það breytir okkur. Til að minna ykkur á það breytir okkur. Og það er vandi að fara með þær breytingar inn í hversdagslíf annars fólk eins og makan okkar eða barnan okkar. Við erum að sjá, og vinahópan, við erum að sjá og upplifa hluti. Ég hef alveg fundið fyrir því hjá sjálfum mér að ég stundum orðið mjög áhugalaus ákveðin umræðefni sem er í gangi í kringum og ákveðna hluti. Af því maður er kannski staddur í einhverjum rosa skrýtnum veruleika. En það er ekki sanngjarnt gagnvart hinu fólkinu. Mjög ósanngjarnt. Ég sá það til dæmis þegar ég var svo heppinn að fá verið lögreglunum í námi og ég sá það svo vel að hvernig lögreglumennir voru að hópa saman alltaf í frítímanum sínum. Þeir umgengust bara hvert annað. Ég held að því eftir sem betri tengslum við erum við okkur sjálf og þá voru kannski rifið upp þessi 3 tengsl sem vorum að tala áðan, sem er betur sjá við annað fólk. Dómurinn annan, harðir dómurinn annan en náttúrulega sprettur af dómnum gagnvart sjálfum okkur og óánægð með okkur sjálf. Það ekki. Mér finnst mjög áhugavert að spyrja sálgæti sem er í þjálfun, hvaða guðsmynd hefurðu? Getið þið svarað þeirri spurningu auðvitað? Gaman að spyrja prest og djákna þessu, það er æðislegt. Hvaða guðsmynd hafið þið? Manni langar helst að spyrja biskupinn þegar maður sér hann. Agnes, ég er samt ekki að því, sko. Hvaða guðsmynd hefur maður? Breytist hún ekki? Eða er hún alltaf eins? Mín persónulega svar er það að hún breytist með tímanum. Mér finnst sjálfgæslan hafa einhvern veginn leitt mann á þann stað, hún verður alltaf einfaldari og einfaldari. Og þá er ég ekki að segja að hún verður barnalegri, heldur hún bara að hún verður einfaldari. Og ég er ekki að segja að það sé rétt þróun, ég er bara að deila með einhver minni reynslu.
Eigið þið guðsmynd sem getur hvílt ykkur. Eigið þið guðsmynd sem ekki meiðir ykkur. Mér finnst þetta gott, ég veit ekki, ég tala bara út frá minni reynslu, mér finnst ekki algengt að Íslendingar eigi guðsmynd sem meiðir þá mikið. En ég kynntist því dálítið mikið í Bandaríkjunum, þessum, nú kinkar þú kolli Guðlu, þú þekkir þann heim mjög vel. Fannst það svona, þá fann maður stundum að glíman við Guð var meiðandi. Að því Guð var eitthvað refsandi, eitthvað svona orðfæri sem ekki mjög íslenskt. Betur fer. Hvað segirðu? Já, það er vanþróun. Ég hef reyndar orðið var við svolítið erfiða guðsmynd hjá fólki út frá hugtaki sem það held ég að kunni ekki að nota mjög mikið. Það er þetta karmíska hugtak austræna trúarbragða. Ég hef stundum séð fólk meiða sig með því hugtaki. En það er náttúrulega ekki innan kirkjunnar, ég er bara þá að tala skjólstæðinga okkar. Það er vandmeðfarið hugtak. Ég er ekki að gera lítið úr annarri trúarhefð þegar ég segi þetta er bara vandmeðfarið. Annað hugtak sem er gríðarlega mikilvægt til að hjálpa okkur að endast í þessum störfum, það er það að maður sé þakkláttur fyrir hlutskipti sitt. Ekki það aðrir þurfi að vera þakklátur okkur, alls ekki. Heldur að maður sé þakklátur fyrir að fá að vera í þessu hlutskipti. Og það er slæmt þá það maður missi tvennt, gagnsemin og þakklæti. Og þakklæti er það sterk tilfinning að það er engin önnur tilfinning sem breytir manni jafn mikið að sagt er. Ef maður lifir henni. Það er vont til dæmis að vera sjálfgætur og bara vera bara orðin mjög ósáttur við það að vinna það sem maður er að vinna. Það er vont að standa hérna og halda fyrirlestur og finnast það ekki þakkar verið lífsreynsla fyrir mig. Sjálfan, að bara fá að tala, fá að hugsa, fá að miðla. Þetta er góð upplifun fyrir mann sjálfan. Svo er að hliðargrein á þessu, hvað varðar sjálfgæsluna, getum við veitt öllum sjálfgæslu? Þetta er bara svona augrandi spurning sem ég ekki segja í svari við. Er til fólk, fjölskyldugerð, aðstæður þar sem við eigum ekki að fara inn í vegna þess að við eigum svo rosalega erfitt með einstaklingin. Það er sagt að sálgæturinn eigi alltaf vera vakandi fyrir manngerðum sem þau laðast sérstaklega mikið að og þau manngerðum sem þau vilja alls ekki vera í kringum. Það er svo mikið lærdómur í því. Það er alltaf einhver dýpri ástæða fyrir því. Treystið þið ykkur að setja á móti öllu fólki í sálgæslu? Nei, segi einhver, heyri ekki sé einhver að segja hérna í salnum. Það er ekki skylda að treystast í allar aðstæður, en það er skylda þá að maður fari ekki inn í þær þá. Að maður láti vita að maður sé ekki hæfur til að fara inn í þessu erfiðu aðstæður. Það er ekkit létt endilega að sitja frammi fyrir fetofíl einstakling, en hann á rétt á sinni sálgæslu, ekki rétt. Það er ekkit létt að sitja á móti manneskju sem hefur tekið líf annarra manneskju. Og maður getur fundist ýmislegt það. Það er ekki rétt fyrir manneskju sem á kannski kynferðisofbeldi í æsku að sitja á móti geranda. Það er bara sem dæmi, það er bara fullt af svona hlutum sem hafa mikil áhrif á okkur. Og maður verður að vera svolítið heiðarlegur í þessari sjálfskoðun og þessari sjálfsvinnu. Hvar á ég heima og hvar á ég ekki heima? Og mér finnst alveg gríðarlega mikilvægt að við sem sálgætar virðum reynslur annarra þannig að við séum ekki að skaða fólk meira. Ég er mjög mikill bókstafstrúar í því að við sálgætar séum ekki að rugla kynjahlutverkunum þegar kemur ákveðnum reynslum fólks. Mér finnst ekkit endilega eðlilegt að karlmaður sitja á móti konu og fari í sálgæslu með henni og hann hefur verið mikið að karlmanni eða tengist einhverjur kynferðisofbeldi eða einhver slíku. Þekkja mörg sín og getu og styrkleika.
Ég vona að þið séu þakklátt fyrir hlutskipti ykkar og upplifa að þið séu að gera gagn. Nú vil ég fá spurningar frá ykkur því að akkurat komið á þeim tíma. Og pælingar, hugleiðingar, reynslu. Það er gríðarleg reynsla í þessu sal hérna núna. Ég þarf bara að horfa yfir hann til að sjá það. Þorvaldur, já, talandi um reynslu. Já, það er nú við litla að bæta hérna, þú ert nú svo flinkur í þessu öllu, Vigfús minn. En ég man bara fyrstu pressári mín og þá var ég að stynja eitthvað yfir því hvað veri erfitt að vera prestur. Og ég var svo heppinn að í kringum mig voru mjög lífsreyndir og þjónar kirkjunnar sem voru búin að starfa lengi. Og þá segir einn, Þorvaldur minn, það er ekki erfitt að vera prestur, það er erfitt að vera manneskja. Já, flott svar. Mjög gott, séra Heimir Steinsson var náttúrulega snillingur. En það er þess vegna líka datt mér í hug, sko, þegar við segjum þetta, að það sé erfitt að vera í þessum störfum sem við erum í, að þá var ég alltaf í hverju setningu sem þú sagðir, að hugsa bara það að vera móðir eða vera faðir. Það er líka rosalega krefjandi. Já, já. En þetta er náttúrulega, það eru sömu grunnfræðin, það er að segja, við faðir og móðir þurfum alltaf helst að kannast við hvaðan þau koma og hvað þau bera. Já. Þögnin er ekki svona Gulls ígildi, sko. Gjör svo vel. Fyrir breytinguna sem hefur orðið í sambandi við sálgæslu. Ég tala af þeirri reynslu að við hjónin mistum okkar fyrsta barn 2 mánaða gamalt. Og átti ykkur samúð með þá reynslu. Hér fyrir 60 ár síðan, sko. En það var mjög erfitt fyrir okkur svona ung. Það var ekki neitt sem hét sálgæsla það. En svo missum við barnabarn líka, ungt, og þá var Guði sé lof komin sálgæsla á Landspítalann og hann Bragi Skúlason var yndislegur og hjálpaði mikið þar. Stuttu seinna missti systir mín manninn sinn 45 ára frá 3 börnum og þar kom Bragi inn líka. Og ég bara sé hvað þetta hefur mikið að segja að fá góða hjálp í svona sorg. Og þar var ekki tilfelli systur minnar. Þar var öll fjölskyldan tekin. Tengt því efni sem vorum að tala um áðan? Já, og það var líka yndisleg. Og svo er náttúrulega ekki sorg þegar maður foreldra. En þar kemur líka inn í kirkjan. Og mér finnst þetta að vera alveg dásamlegt. Og ég er svo innilega þakklát fyrir að búa í svona landi þar sem að þegar verða stór áföll, þá er þetta í boði. Og ég bara þakka Guði fyrir það. Ég vildi bara koma í... Já, takk fyrir innleikið þitt. Þetta er alveg rosalega mikið þakkar efni. Mér finnst þú minna á mikilvægan hátt hversu oft maður hefur fengið þau forréttindi að hlusta á lífsögur fólk sem eru fullorðið og lífsreynt, hvað margir geyma mikinn sársauka og bara erfiða reynslu sem það hefur aldrei fengið tækifæri til að tala og vinna með úr fortíðinni. Þetta er mjög góð breyting og ég er þakklát fyrir að lifa í kristnu samfélagi og þarna hefur verið það eiginlega allt mitt líf. Takk fyrir. Takk. Samhliða þessari breytingu sem þú ert að tala um, þá hefur betur fyrr aukist vilji fólks til að leita sér aðstöður, hvort sem það er afleiðing eða bara vaxið saman
og fólk er mjög opið fyrir því að fá þjónustu og það er mér finnst það mikil hvatning fyrir kirkjuna. Fólk vill fá þjónustu og þekkingu okkar. Til dæmis reynslu hefur minn þannig að til dæmis hvað eru margar fullorðnar konur sem eiga erfiðar og sársauka reynslur af langgengnum börnum eða andunarfæðingum og slíkur reynslu sem þær máttu alls ekki tala að koma aftur og aftur fyrir. Við erum betur fyrir farin að normalisera það að tala svona hluti. Þú ert að benda eitthvað á einhvern eða ekki? Fyrirgefðu bara. Þakka þér fyrir ágætis erindi og vekum mann til umhugsunar. Þú nefndir ef að við erum ekki, sálgætir eru ekki tilbúnir að fara inn í einhverjar aðstæður. Já. Sko þegar náttúrulega fólk pantar tíma þá veit maður ekkert hvað það ætlar að tala. Nei. Og ég hef, staðið fram fyrir því að það kemur til minn einhvern tíðan svona pedofíl. Og ég upplifði mig mjög vanmáttuga í þeim aðstæðum. Og ég að velta fyrir mér, ef maður til dæmis treystir sér ekki til þess að takast á við það, hvernig myndir þú nálgast það? Í því fagumhverfi sem ég vinn í, þá myndi ég náttúrulega reyna að virkja mína samstarfsaðila, en það er ekki alveg alltaf. En það eru náttúrulega, því betur fyrir undanfarin ár þróast meira samstarf milli kollega, djákna og presta og ég held að maður bara þurfi að hafa samband við fólk í kringu sig sem maður er að vinna með og treysta til að stíga inn í aðstæðurnar. Og það er ákveðin virðing gagnvart þessu manni líka sem áskilið virðingu. Það er ögrandi. Og ég held til dæmis að sálgæsla presta og djákna hafi enn eina sérstöðuna. Við gefum okkur út fyrir að þjónusta alla og við gefum okkur líka að við erum ekki bundin dagvinnutíma. Þetta er hlutur sem við eigum að halda fram. Aðrar stéttir eru bundnar vinnutíma og dagvinnutíma og ég er ekki að gera lítið úr neinum, en það er mikið aðgengi á okkur betur fer. Og við eigum orð sem mér hefur ekkert líka reitt sérstaklega vel að aðrir eru að taka mikið. Það er sálgæsla, þetta er kirkjunar orð á Íslandi. Við eigum að passa þetta orð vel. Þess vegna þótti mér vænt það að hvernig til dæmis Agnes hefur stutt okkur kringum í sálgæslu og fjölskylduþjónustu kirkjuna. Þótti vænt það að hún skyldi halda þessu orði fram. Það skiptir gríðarlega miklu máli að við passum þetta orð og þá þurfum við að passa að það sé faglegt bak við það. Að við höfum þekkingu, að við höfum fólk sem vinnur vanda vinnu, við höfum fólk sem leitar sér þekkingar og dýpkar þekkinguna sína. Og dýpkar þekkinguna á sjálfum sér. Leið. Sálgæsla kirkjunnar er algjört forréttindastarf. Takk fyrir mig.